Já, þetta innslagið sjúkrasögur í Rauða borðinu. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að ræða við góðan gest hérna í dag, hana Elísu Guðrúnu Brynjólfsdóttir. Velkomin Elísa. Já, takk fyrir. Heyri, við ætlum þú ætlar að segja mér aðeins frá þinni sögu. Við höfum verið svona, ég hef verið að tala við fólk sem hefur glímt við veikindi að einhverju toga af og til hérna í Rauða borðinu. Já. Og við erum svona bæði því við erum bara áhuga á fólki og hvað fólk að gangi í gegnum og svo líka þetta fræðandi fyrir Akkurat. fólk og svona brýtur vonandi einhverja múra að tala sjúkdóma og veikindi og já og svona við erum líka bara aðeins að kanna kerfin, þú veist hvernig kerfin okkar að virka, hvort að fólk að fá það þjónustu sem að það þarf að fá, hvort að heilbrigðiskerfið og velferðarkerfið sé að grípa fólk þegar það veikist. Já. Þú ætlar að segja mér frá hérna átröskunar sjúkdómi. Já, ég sagt ég kannski já, ég sagt í raun og veru veikist af átröskun í kjölfar svona burnouts eða ekki, ég myndi ekki segja að vera kulnun af því það mun meira en kulnun sko. Þegar ég 30 þannig og í kjölfarið af burnoutinu þá einhvern veginn bjargráðu mitt verður átröskun og í raun og veru kemur það því að auðvitað var ég með kvíða og alls konar þannig í grunninn, þess vegna kannski leiðist ég þessa átt frekar en eitthvað annað en ég hef oft hugsað að kannski þetta bara, þú veist, maður hefði alveg eins geta farið út í eiturlyf eða eitthvað annað, þetta var í raun og veru bara til að bjarga mér frá þeirri vanlíðan sem ég hef komin í og til þess að geta haldið áfram mínu hversdagslega lífi í raun og veru og í raun og veru veit ég ekkert hvernig þetta byrjaði eða hvað gerðist, það var bara eitthvað svona sviss, þú veist, í haustnum og ég í heilt ár sem ég mjög lasin en funkar ágætlega og mér fannst ég funkara betur í raun og veru í daglegu lífi, ég náði að halda öllum boltanum á lofti þannig áfram, ég var í raun og veru að gefast upp sem ég vissi ekki að það væri burnout eða vissi ekki hvað það var eða mætti því ekki eða skildi það ekki og svo gerist þetta í kjölfarið og einhvern veginn eins og ég segi átta mig ekkert á þessu strax, þetta kannski bara eitthvað svona falin leið og sem gerði það verkum að ég einhvern veginn náði að taka betur á verkefnum, þessum daglegu verkefnum mínum. Varstu í fullri vinnu? Já, ég var í fullri vinnu og ég með 2 börn og stelpan mín var 30 ára á þessum tíma og 34 ára og ég var með strák í grunnskóla og var að vinna fulla vinnu á leikskóla á þessum tíma og var líka í öllu öðru. Þú veist, ég var í skólaráði og leikskólaráði og þú veist svona bara... Súperkonan. Já, eiginlega, ég segi stundum að maður hafi svona ofurkonu syndrom sko og sem var til þess að ég eins og ég segi, það kemur að því að það klárast bara batterið. Fyrst hugsaði ég sko, já, ég bara kláraði allt sem ég átti inni af orku þar til ég var, þú veist, sem ég átti að nýta til fertugs, ég kláraði það 30 sko. Já. Þannig að ég þurfti þannig að það var bara búið bensinni sko. En eins og ég segi, það hefði kannski bara verið mjög gáfulegt að mæta þessum einkennum burnouts og átta sig á þeim fyrr heldur en að leiðast svo út í þessa átröskun í kjölfarið af því svo hún svo rosalega erfið að eiga við þannig að og ég búin að vera í raun og veru bara að eiga við hana núna í, þú veist, 9 ár eitthvað svoleiðis. Hvernig áttar þið á því að þú sért með átröskun? Er það að fatta það sjálf? Er einhver að benda þér á það? Sko, ég í raun og veru þannig að ég hjá sálfræðingi á þessum tíma út af bara öðru, ég var farin að vera svo rosalega kvíðin í lífinu og átröskunin einhvern veginn sprettur upp og þá fyrir mér að líða betur, mér fannst ég vera að taka leiðbeiningu sálfræðingsins að fara út fyrir kassa minn og alls konar svona til þess að augra kvíðanum en í raun og veru var þetta svo bara svona hliðardæmi sem birtist. Eftir að 3-4 mánuði þá fyrir hún að spurja mig sko og fyrir þá í raun og veru að útlista fyrir mig hvað þetta að því mér fannst þetta bara vera eitthvað svona í raun og veru ekki sjúkdómur, ég held kannski þetta væri bara eitthvað svona bjargráð eins og eitthvað annað, veist, ég upplifði þetta ekki sem neitt. Þekktur ekki enginn? Alls ekki sko, nei, alls ekki. Þekkt engan, þekkt engan með hennar sjúkdóm fyrir sko á þessum tíma
og já, og svo ég hvað ætla ég að segja, já, hún í raun og veru upplýsi mig þetta og við ákveðum að sækja í meðferð hjá Hvítabandinu sem þá var og ég einhvern veginn vissi svo sem ekki hvað ég þurfti að bíða lengi eða hvað, þetta var ég meðvitu það en á sama tíma var ég svo kannski ekkit endilega spennt fyrir því að það myndi gera strax að því ég var bara, mér leið bara vel í því sem ég var í á þeim tíma, mér fannst ég fungera vel. Varstu á einhvern nátt á hæja? Já, í raun og veru, það nefnilega svolítið skrítið sko. Mér fannst ég í raun og veru yfirstiga kvíðan, en það kannski af því að maður verður pínu dofin, af því að maður ekki nærður og þannig ég svona yfirstiga kvíða minn með þessu og þannig að ég hugsa að maður hafa svo pínu einmitt verið bara dofinga hvert öðru eða hægja á tilfinningunni að vera bara með ykkur að leið sem virkaði án þess að það væri eitthvað sem samfélagið myndi sjá eða eitthvað þess áttar sko. Það var eitthvað kontról. Já, þetta var eitthvað stýring sko, stýra mér í þess átt þannig að ég hefði í raun og veru, þyrfti ekki að pæla í kvíðanum, þú veist, hann einhvern veginn var bara þarna en hann stjórnaði mér ekki eins að því ég gæti haft stýring á þessu. Og já, þannig að ég í raun og veru alveg í fullri vinnu og í öllu fram að áramótum en við sækjum í ágúst inn á Hvítabandi og ég í raun og veru að bíða hann í 6 mánuði eftir að komast í meðferð en svona í október, nóvember þá var ég fann að vera svolítið svona ok, nú var ég alveg til í að þú veist það færi eitthvað að gerast í þessu meðferðarúrræði að ég fengi inn af því að ég var alveg farin að finna fyrir því að þetta var orðið mjög erfitt, þetta var hægt að gefa mér eitthvað, þetta var í raun og veru bara konstant stjórnun í raun og veru af sjúkdómnum þannig að mér leið eins og ég hefði enga stjórn lengur sko, hvorki á þessu né öðru þú veist, ég var bara kvíðin líka þannig að ég var ekki að fá hvorki, ég var ekki ennþá að deyfa kvíðan og svo var hitt bara auka þannig ég var bara komið miklu meira sem ég þurfti að vinna með og en ég var að bíða og ég var að prófa að ringja og tjekka hvort ég kemist ekki að og eitthvað svona en það virtist vera löng biðröð eða sérst langur biðlisti og ég var samt alltaf svona að vonast til þess að það yrði næst þetta voru svona 7 vikur í einu 8 vikur í einu þannig að eftir 8 vikur þá ætti ég möguleiki að komast inn og eitthvað rétt fyrir jól ég ennþá að bíða og tala við þar þá þeir að taka nýjan hóp og ég ekki í honum og ég í raun og veru finn þá að ég bara alveg að bugast sérstaklega á vinnunni á leikskólanum og fæ í raun og veru nýja vinnu bara óvart, ég ákvað bara að segja upp á leikskólanum og fekk í raun og veru samstundis vinnu annars þar, hún eiginlega kom bara, ég sótti ekki fekk bara símtal og færði mig vinnu og var í raun og voru að vona með því að færa mig vinnu þá það álagi minna og ég réði betur við það en það breytti engu, ég var á sama stað og það bara var erfitt fyrir mig náttúrulega að byrja niður í vinnu, ég hafði enga hvað maður að segja, hafði enga orku eða bara í raun og veru heilastarfsemi til að læra nýtt sko, í nýjum vinnustað sko og en svo í raun og veru svona í janúar þá loksins kemst ég hjá sálfræðingi þá fæ ég sko ég var búin að vera hjá hinum, ég hætti svo hjá henni að meðan ég var svo bara að bíða eftir meðferð sko en svo fekk ég inn hjá sálfræðingi sem sérhæfði sig í játurskunum og hún í raun og veru í fyrsta sinn sem hún hitti mig þá spyr hún mig hvort ég sé þú veist ekki búin að fara í meðferð eitthvað svona og ég segi henni ég sé að bíða og hún var sjúklega hissa, hún sagði bara þú átt ekki verið að bíða veist, en málið var að ég hafði aldrei verið tekin inn ég hafði aldrei verið tekin í greiningaviðtal eða þú veist, þú varst ekki komin einhvern veginn almennilega á biðlistan eins í raun og veru tæknilega sér ekki sko, ég var þarna sem nafn en í raun og veru var hringt í mig til að taka stöðun en ég var aldrei, þær fengi ekki að sjá mig eða í síma getur blöffað alls konar sem sést skilur að því mín átrúsku sjá stöðunum hún þetta sést alls ekki á öllum en leið og ég mætti til sálfræðingsins þá var hún bara hei þú veist, þetta gengur ekki þú veist, og spurði mig strax hvort hún mætti hafa samband og viku setna var ég búin að fá símtal frá teiminu þannig að það þurfti ekkert meira sko. Segðu mér aðeins að því svona, hver eru helstu bara ef fólk þekkir ekki átraskanir hver eru helstu einkenni átraskana? Sko, við erum náttúrulega með alls konar sko, átraskunin er náttúrulega svona yfir hugtak yfir alls konar tegundir af átraskunum þannig séð og sumt er færð greininga ákveðnu tegunda átraskunni eins og búlimíu eða anorexíu
án frekari útskýringa, átröskun án frekari skýringa og eitthvað svona, það alls konar í þessum greiningalista sem læknar fara eftir. Ofátið. Já, alls konar binge eating sem það ofát og og það í raun og veru svo ólík einkenni en þau öll með sama markmið að mörgu leyti, þannig að þetta svolítið flókið að greina. Það einmitt það sem að fólk bara borðar of mikið og borðar til að deyfa tilfinningar og eitthvað svoleiðis og það leiðir oft til offitu. En þeir sem eru offeitir eru samt ekkit endilega með átröskun, skilurðu. Það allt annað því þetta sko geðröskun, þetta miklu meira í gangi haustnum áður heldur en nokkuð tíma það bara þú ert að borða. Snýst svo lítið matinn þannig séð. Þeir sem eru að glíma við búlimíu þá þeir ofta einmitt að taka svona átköst, að borða rosa mikið en þeir nýta svo losunar hegðun á móti, hvort sem það ofsa hreyfing eða uppköst eða eitthvað svoleiðis, alls konar til að losa sig í raun og veru við það sem þeir voru að borða. En þeir sem eru með anorexíu, þeir kannski eru meira í stöðugu svelti og fara mjög margir í undirþyngd þannig að sést á þeim, skilju. En gerir fólk sér grein fyrir því? Nú var alltaf sagt einu svona þegar fólk komið í mikla undirþyngd að heilastarfsemin sé eins og beglu að þú gerir ekki grein fyrir hvernig það lítur út? Sko, maður gerir sér kannski allavega í mínu tilfelli, ég gerði mér alveg grein fyrir því að ég væri grönn en ég gerði mér kannski ekki grein fyrir því að það væri eitthvað að því. Nei, en ég sá mig samt alveg í réttri mynd. Oft þannig, reyndar þegar ég var beðin hjá sálfræðingi að benda mynd sem ég sagði væri, það sem ég myndi falla inn. Ég bendi alltaf kolranga mynd, sko, en það var samt ekkert eitthvað, ég fór ekki alveg á hinn endan á skalanum, en mér fannst ég ekki vera þannig að það væri eitthvað að þessu. Ég var bara stolt af í raun og veru þeim árangri sem ég hafði náð, skilju. Þetta var í raun og veru, útlitið mitt var í raun og veru staðfesting á því að ég væri að gera þetta vel. En ekkert endilega þetta, heldur ég bara væri að gera vel. Ég væri að halda áfram, þetta væri að hafa skila því sem það átt að skila og hafði aldrei hvorki með útlitið mitt að gera neitt annað, sko, þannig. Þetta var bara eitthvað sko bjargráð, sko. En það verður kannski í það verður kannski í öllum þessum átröskunar sjúkdómum ákveðin réttlæting á því af hverju þú, ef fólk bendir á bara þú ert orðin allt of stór eða allt of létt eða hvað, þá verður það samt svona réttlæting að ekki? Jú, það í raun og veru það, sko, í raun og veru það versta sem maður heyrir í raun sérstaklega að fólk sé kommentar á útlendi. Já, í raun og veru allavega, sko, best fyrir átröskuna, verst fyrir einstaklingin, af því að allavega eins og mínu tilfelli að fólk var að benda að maður væri á grannur, þá var maður bara yes, akkurat, ég ennþá að, ég greinilega að gera rétt, ég góð í þessu, eða eitthvað svona. En ég ekkert þessum að það kannski upplifun allra, en það var svolítið mín upplifun, en ég veit að fólki finnst það mjög óþægilegt og líka fólk sem að koma kannski að fara að stað í bata og fólk fyrir að hrósa fyrir bara, nú lítur bara rosa vel út. Þá hugsa fólk bara, nú ég feit, já, þú ert að segja sér orðin, en ekki bara frábært og sér það ég að vinna í heilbrigðinu mínu eða eitthvað þess aftur. Þannig að þetta ekki góð, sko, það eiginlega svona ráður sem bara talar sko, að ekki tala mikið útlitið. Nei, í raun og veru, bara freka, bara gaman að sjá þú ert komin, þú ert fann að vera meira með okkur, bara hvað er gaman að sjá þig eða, eitthvað sem kannski var að fara að vanta. Þannig að bara það sé svolítið utan þess sem maður sé að hrósa fyrir, sko. En svona, þetta í raun og veru, eins og maður segir oft, í raun og veru grunnurinn að þessu öllu bara einhvers konar geðröskun sem snýst getur verið alls konar kannski undirliggjandi, hvort sem það eitthvað fullkomnun árta eða bara rosa þunglindi eða eitthvað sem varst að reyna að flýja og þetta verður leiðin, en það enginn sem segir bara ég ætla að velja mér að vera með átröskuna því ég, hef val að fara í eiturlyf eða val þetta hitt. Það velja átröskuna. Já, nei, upplifun mín var alls ekki þannig allavega, að ég hefði eitthvað val. Þetta bara gerðist svona hjá mér að menna gerist eitthvað neginn öðru sig öðrum. Og en þetta svona, oft það þannig að fólk hefur ákveðna ímynd að það séu bara þessi sem í undirþyngd og eins og beinagrindur sem að þjást af átröskun.
en í raun og veru eru þau sem eru þar, eru kannski bara 10% af öllum þeim sem þjást af átröskunum, þannig að það er svolítið brengluð í raun og veru, hvað segir svona fyrirmynd, eða hvað segir maður, það sem er svona staðalímyndin, skilur, að hún er í raun og veru, að það sé það sem fólk heldur að sé hérna átröskun, af því það er bara svo fáir þar. Stærsti parturinn er bara í svona eðlilegu þyngd en er bara að glíma samt sem áður og er alveg í raun og veru að hætta lífið sinni jafn mikið með uppköst og annað, þetta er náttúrulega bara að setja innbalans á lífið og maður hefur alveg heyrt sögur af því sem að fólk sem bara lendir í heila stoppi eða hjartastoppi og svo það hafi aldrei, líkamsmyndin hafi aldrei verið þannig að fólk hafi gert ykkur athugasemd við annars skilur bara verið nokkuð eðlileg en auðvitað er það líka svolítið í samfélagin í dag að þú kemst mjög langt að undirþyngd þar sem fólk er bara rosa stolt af skilur öðrum fyrir að vera þar að við erum svona útlitslega sinnuð sko og það er svo mikið svona að vera að tala um að þeir sem eru mjögur það sé sko gólið hjá flestum, fólk eigi að vera þar skilur, ef mann finnist það vera svolítið það sem að samfélagi leitast eftir og hérna, eða svo veist, er að tala um og það er mjög mikið umræðinu, þú veist, fólk er alltaf í ykkurum megrunum eða þú veist, við ætla að fara í keto og ég ætla að prófa þetta og alls konar svona af því það er alltaf að reyna að verða grannra en það er eða mjög margir allavega af því að ég held að flest öll eru við bara eðlileg skilur á okkar stað ef við borðum eðlilega og þá en auðvitað eru við öll misjöfn skilur, sumir hljóta vera ætla að vera stærri en öðrum að því svo er þetta líka náttúrulega bara genetist. Já, ég segi það alveg eins og hárlitur og auglitur og eitthvað svona, að fólk er að reyna að berjast gegn í raun og veru bara einmitt genum og í staðin fyrir að bara, ok, þetta er ég, en auðvitað er allt, það er örugglega engum í genum gert að vera í ofþyngd sem skemmir líkamann eða þú veist, við erum að tala um þannig að fara að hafa áhrif á heilsu þína en mjög margir sem eru bara jafnvel myndu skora yfir þyngd, þó sé ekki í offitu, að þeir eru samt hraustar en mjög margir sem eru grannir sko. Þú veist, og það er eitthvað sem að fólk átti sig ekki á heldur alltaf að þeir sem eru stærri séu bara óheilbrigðir en það er bara svo alls ekki þannig mjög margir af eins þeim sem að æfa mikið eru þungir en þeir eru tífalt heilbrigðari heldur en ég kannski, þú veist, þó ég sé ekki stór eða þannig og ég var oft notað, eða á tímabili notaði þetta að fólk var að segja bara, já, þú hlýtur að vera í góðu formi ég bara, nei, ég hugsa að þú sért í betra formi en ég þú veist, ég held að þú sért heilbrigðari en ég nokkuð tíma þú veist, í bara, já, varðandi bara næringu og annað, þú veist og þannig að útlit segir ekki neitt ekki þessu, sko Herðu, en þú varst að segja mér að þú varst hjá sálfræðingi og sálfræðingurinn og þú andanum komst inn í teymið og það var bara í raun og veru eins og fyrir mig það var það bara nauðsynlegt veist, ég veit ekkert hvar ég hafði enda annars ég var búin að vera svelt í heilt ára eiginlega og hérna, já, ég ekkert eiginlega ég var bara búin að vera svelt í ár en það í raun og veru þarna það á hvítabandinu á átröskunarteymið sem er svona fyrir fullorðna og erum með sér hæð, það er þarna alls konar þjónusta, bæði sálfræðingur og fjölskylduráðgjafi og þetta er pínulítið svona bara eins og lítil íbúð og erum hann nokkra saman og sem er bara rosa gott að vera, það er ekki stór hópur en það er hópur samt sem áður. Eru þið þá að mæta bara daginn eða? Já, það var það sem var í raun og verið boð og hefur alltaf bara verið í boð á Íslandi, er þessi dagmeðferð, annarkvort göngudeildameðferð sem er þá bara 1 viðtal á viku hjá sálfræðingi og jafnvel 1 viðtal hjá næringarfræðingu og eitthvað svona, en dagdeild hefur svona verið svona mesta úrræðið sem hefur verið, sérstaklega allavega fyrir fullorðna, BUGL hefur ykkur innlagnar úrræði en svona fyrir eldri. En engar innlagnir? Sko ekki, það hefur verið innlagnir á sko þá bara almennri gjalddeild niður á, þú veist, niður á Landspítala, niður á Hringbraut. En ekkert sérhæft eitthvað? Alls ekki neitt og það hefur alveg vantað og við höfum semst í sátt, við erum svolítið eftir, eða semst ástæðfyrir við stofnum sátt sem eru samtökum átraskanir og tengdaraskanir að vara við, semst okkur fannst úrræðin vera of lítil. Já. Og svo skipti málu, ef það fékkst ekki fólki vinnu þá til dæmis var ekki dagdeild og sem maður náttúrulega er eiginlega ekki hægt að þú veist, hafa rök fyrir, eða skilur, rök fyrir sér varandi það að þú veist,
að vantar starffólki vinnu, við getum ekki búið upp á dagdeild. Því við erum að tala um sko sjúkdóm sem að drefa fólk til dauða. Já, og þetta sko einn af sko, hvað var það dánatíðni, þegar þá þetta með hæðstu dánatíðni geðraskana. Já. Og það rosa sérstakt. Þetta er nefnilega stóralvarlegt og stóralvarlegt að í raun og veru sé ekki til betri úrræði. Já. Og oft hugsa maður búum í svo litlu landi. Já. Og sem betur fyrir þá náttúrulega prósentan, það einhver x% af heildarfjölda íbúa sem greinist kannski með átröskun eitthvað svoleiðis, að við getum ekki sem þá lítiltala í okkur með við margstar annars þar í heiminum, að við í raun og veru höfum ekki betri úrræði eða aðeins meir, að því það þarf ekki svo mikið með auka fjármagn til þess að hægt væri að mæta þessu. Nei. Og af því að það til dæmis var og gerði að verkum að þetta var sko, þú ert 8 vikur en þú ferð heim klukkan 4. Já. Og ef þú síðan ferði gamla farið þitt frá 4 og þar til 8 næsta dag, þá svo lítill árangur af meðferðni. Já. Þannig að þú þyrftir að vera bara í fullu prógrami ef þú ert í meðferð. Já, og ég enda á því að fá í gegn að fara í meðferð til Finnlands í svona heilstætt úrræði, að því að það var ekkert annað, bara var ekki að virka fyrir mig og ég vildi ná bara betri bata. Og eina ástæðan fyrir því ég held ég hafa fengið að samþykkt hjá sjúkratryggingum að það yrði greitt var það að dagdeildin var ekki boði af því það vantaði starfsfólk og eitthvað svoleiðis. Þannig að þá gat ég fært rauk fyrir því að því þeir telja þessi meðferð erlendis sem heilsta meðferð sé sambarlega þeirri meðferð sem við eigum minna heima. Já, en hún það ekki. Bara langt í frá. Af því að við erum að tala um sérhæft úrræði en við erum ekki að tala um innlögn á deild með öðrum sem eru með alls konar aðra raskanir, fólk sem ekki sérhæft í að sinna fólki með átröskun. Og það inn á eins og bara almenni geðdeild og síðan þá dagúrræði í staðan fyrir heilstætt bara úrræði 24/7 eins og út í Finnlandi. Og þar ég í 3 mánuði en mjög flest allir sem farin það úrræði frá Finnlandi og öllu Finnlandi og þetta eru 7 herbergi eða 7 pláss inni í einu, það alveg upp í 1,5 ár sem fólk inni. Já. Þannig að mínir 3 mánuði voru ekki neitt með. Nei, og raunum fekk ég samþykkt á 2 mánuði með 3. mánuðnum sem auka. Já. Og þegar ég að verða búin með minn 3. mánuð þá allir bara, allt starfsfólki bara, ég trú ekki að við þurfum að láta þið fara, við bara kunnum eiginlega ekki að vinna með fólk sem svona stutt. En reyndu samt að mæta mér eins vel og gátu og þetta var í raun og veru lífsbjörg fyrir mig, að því að í raun og veru hér þá bara náði ég aldrei að snúast og taka þetta með mér heim, aldrei að fullu, það var alltaf bara smá, eftir meðferð liðu ykkurir x mánuðir á meðan ég var að reyna að halda mér, svo þurfti ég bara að fara aftur, þá þurfti ég að fara aftur og biðlista og bíða, þannig þá var það ástandi verra, svo þurfti ég að fara, það var svolítið eins og fá alltaf bara plástur sko. Og sem að döði ykkur nægst tíma, upplýði ég, það döði ekki fyrir mig, það dugir örugglega fyrir marga og hefði mögulega dögð fyrir mig hefði ég komist fyrrað uppal í fyrsta skipti. En það eins og ég segi, það hafði svo lítið að segja fyrir mig, þannig að ég var með mikla þörf fyrir það að ná betri bata. Mig langar í bata og kannski sérstaklega því ég eldri og ég hef samanburðum við hver ég var fyrir 30. Ég veit hvað heilbrigt, ég veit hvernig ég heilbrigt, ég veit hver mín heilbriða þyngd ég veit hvernig ég háskólamenntuð og allt þetta skilur, ég veit hvar ég þar og svo stöðuna mín í dag, þannig ég hef svo skýran samanburð, ólíkt kannski þeim sem veikjast 14 ára og ekki einu svona komna með fullorðins sín og sjálfsmynd á sjálfa sig. Þannig að fyrir mér var þetta þannig ég vil bata, ég vil komast lengra nær því að vera ég sjálf og ná þeim stað sem ég var á. Þannig að og þetta gerði það fyrir mig úti, það lokaði alls konar hegðun sem fann að byrtast hjá mér eins og bara ofhreyfing, eitthvað uppkastum og annað sem ég vildi losna, ég varð bara losna við, það var orðið svo rosalega, þá var auðveldara fyrir mig að vera svelti skilju, þetta var rosalega svona, var að taka mjög mikinn toll af mér, það erfiðara þegar átt börn og annað að vera í þeim fasa, fannst mér. Þannig að með því að fara inn í svona stofnun sem bara lokar öllu, ég meina þú ert að láta opna fyrir þig klóstu og þú ferð ekki sturtu ein og allt þetta til að byrja með og það engar hurðar, þú getur ekki opna neitt sjálf, það ekki opnaleg fög á gluggum, þú veist, til þess að fólk þetta er eins og verið sjálfskipuðu fangelsi í raun og veru og smygla inn til sín sjálfviljur
dópinu. Já, akkurat, þetta svolítið eins og vera að neita í meðferð, sko. Neita í meðferð. Þess vegna eru þau að loka á það allt með því að fólk geti ekki, og þú veist, rýmið lítið, svo lítið sé hægt að hreyfa sig og annað sem eru þættir sem að, sem er að valda skaða, skilur miklum skaða, þannig að þetta var bara fulltime vinna að vera í svona en þetta samt svo vel uppsett og vel gert og það eftir þetta líka tímabil þar sem fólk getur farið út í íbúð sem stofnunin á og komið inn í dag status eftir að það það búið að vera en þá það ekki þannig að 4:00 ferða heim. Það kannski fyrir heim 8:00 og koma aftur 8:00 til að eyðileggja ferlið og það svolítið það sem við höfum verið svona að dreyma eitthvað svona úrræði hér, svona heilstætt úrræði, jafnvel bara lítið hús út einhvers staðar, skilur við bara í út fyrir borg og bæ og vera bara einhvers staðar í næði og vera með náttúru og vera svolítið þannig að sé svolítið lítið sem sæki eitthvað annað og finna bara svolítið að þarna sé eitthvað svona heilstætt að meðan þú ert að ná tökum á sig sjálfur. Og flest allir sem ég tala við og hafa verið mjög slæmir þeir eiga mjög erfitt með þetta bara dagprógram, sko. Þú veist, reynda núna eftir að átröskunarteymi færðist á Klepp að fyrst var þjónustan lítil og það var svolítið mikið maus að hafa það þar, það var allt bara minkað í raun og veru þjónustan. Það var ekkert mikil þjónust á Hvítabandinu en svo var hann ennþá minni eftir að fóra á Klepp. En svo vorum við í sátt vorum hérna fyrir kosningar mjög mikið að berjast fyrir því að það yrði bætt eitthvað eða yrði eitthvað aukin þjónusta eða auki fjármagn sett í málaflokkin og það endaði þannig að það kom auka fjármagn. Þannig var þetta ráða auka starfsfólk og svo endaði þannig að þau fengu heila hæð í aðal Klepphúsnæðinu sem í raun og veru ásamt damteimi, díalektísk atferlismeðferð, það hópur sem vinnur í því líka fyrir Landspítalann. Og þau eru þarna saman, þannig eru sálfræðingarnir, það næringafræðingarnir, allt á þessum stað og þeir fengu líka í gegn 1 pláss á sólarhringsgangi fyrir neðan á annara hæð. Þar sem þeir eru þá með möguleikan á að samstarfa á milli hæða. Þannig að þó að dagskráin ljúki 4:00 þú veist, í teiminu að þá fyrir einstaklingurinn niður í innlögn og starfsfólki þar hefur betri þekkingu eftir að þetta samstarf kom á, sko. Hafið þið í sátt, sko, fengið að svona ræða við spítalann upp á svona hvað ykkur finnst? Já, sko, það var hvernig ykkur finnst að þetta þurfa að vera? Já, við í raun og veru, sko, teimi í góðu samskiptum við okkur og við höfum verið fengið til að skoða alls konar eins og eitthvað app sem þau voru að þróa og eitthvað svona verkefni. Þannig við höfum verið svona álitsgjafar á því og annað, sko, hvort við höldum þetta virki, hvað myndum við halda myndi virka betur. Við höfum komið inn með, þú veist, það var tímabilið að maður kom inn með svona, þú veist, batasögur og annað, sko. En annars, sko, ég var stofnuð svona samráðsvettvangur milli, það var spítalinn og heilbrigðisráðuneyti og alls konar heilsugæslan og annað og við vorum með í því, en ég veit ekki alveg, það hafa ekki verið það margir fundir, held að það hafa svolítið verið, þú veist, skotið í ykkur nefnd og svo hafi verið eitthvað lítið gert. Veit að formaðurinn okkar, Elín Vigdís, hún, hún var í þessu og var að mæta og segja þá svolítið okkar sjónarhótt, sko. En það sem við sátturum kannski helsta, þú veist, í erfiðleikum með að það eru, þú veist, foreldrar og ættingjar að hafa samband við okkur, hvað þau geti gert. Af því það ekkert rosalega mikið fyrir, það kannski eitthvað fjölskyldu meðferð í teiminu en það oftast bara nánasta. Þú veist, oft þetta reynda foreldrar sem eru kannski með barnið sitt á biðlista og bugg líka þegar líka biðlistar þar sem ættu náttúrulega bara aldrei að vera hvað var það börn og úlingar, sko. Og eru þá bara í öngum sínum, þú veist, hvað getur við gert og hvernig best að við hjálpum og eitthvað svona. En við í raun og veru höfum engin völd, þú veist, í að berjast fyrir að einhver komist á undan öðrum eða skilur við höfum engan áhrif á biðlista þannig. En við erum svolítið að reyna að vera þessi fræðandi þáttur og upplýsandi þáttur
og erum með mitt svolítið að reyna að dæla nefna á heimasíðu, okkur langar með góða heimasíðu sem þá með upplýsingum hvert sé hægt að leita og þess áttar þannig að já, hann við svolítið að viljum svolítið vera þar að fá svo kannski tækifæri til að fara inn í grunnskóla, fara inn á heilsugæslur, fá að vera svona með fræðslu, bara til þess að sé mitt eins og bara hér í dag, að maður sé að tala um þetta að það er ákveðin skömm gagnvart þessu. Já, ég ætlaði að spyrja þig sko að því hver er ástæðan fyrir því að lítið er talað um átraskanir einhvern veginn í samfélaginu og hver er ástæðan fyrir því að spítalinn er ekki með sterkari úrræði ef þetta eins og þú segir að þetta er sko hæsta dánatíðnin. Já, ég skil það í raun og veru ekki hvað það er í raun og veru lítil áhersla á þetta þannig en er þetta svona samfélagslega samþykkt já, að mörgu leyti nefnilega að þetta með allt megranirnar og allt þetta já, þannig að stór hluti kannski bara sko af þeim sem veikast hérna átröskun eftir slíkt eða eru veikir fyrir þeir bara hverfa inn í megrunarmenninguna megrunarmenninguna já, eins og við erum alveg í svona útlitsstyrkun og megrunarmenningu sem að bara færa blómstra svolítið. Já, og maður finnur það bara, ég meina á hverjum vinnustað og sérstaklega eftir hvern vinnustað, ég meina hvað er ekki oft sem að einhver segir bara ég ætti nú ekki verið að fá mér þetta svo fær fólk sér það, en það þarf samt að segja það og þó það sé kannski ekki fólk með átröskun en það er bara, þetta er svo mikið lenska að það er alveg samþykkt þó einhver fá sér aldrei neitt. Já. Þú veist, það er enginn pæli því. Já, herðu, hún á föstudag í dag. Svo er þetta líka, svo kemur þetta líka við sko varandi bara kvennabaráttu í rauninni. Akkurat. Af því svo erum við líka með þessar sko, þú veist, hefðir í rauninni og bara sögu kvenna margar aldir aftur í tíman þess að konur eru elda fyrir alla. Já. Og eiga helst ekki sjást borða sjálfar. Já. Þú veist, og allt þetta. Það er svo margt sem er í grunninn. Já. En ég held að skömmin sé svolítið sko ég gerir mér ekki einu sem grein fyrir því en að það sé eitthvað svona sem er rosalega mikil þáttari sem þú þarft að gera, þú veist, að borða. Já. Og þú getur ekki bara hætt að borða, þú þarft að borða. Já, þannig sem mér finnst vera munurinn á milli þess að vera með áfengisfíkn eða þetta því að maður getur raun og veru ég geta bara hætti en haldi mínu hversdagslega áfram eða sko tekið það út úr myndinni en hjá okkur er það þannig að þú veist, ég get ekki tekið það út úr myndinni því þá er ég að sinna sjúkdómnum sko ef ég er ekki að sinna matnum þannig að þú þarft alltaf, hvernig var þetta, það var alltaf sagt í svona tólspari samtök átröskunni samtökum skilt mér að þú þarft alltaf eitthvað að hleypa drekanum út og fara út að labba með hann. Já, ég man ekki, ég hef ekki hýrt þetta en allavega er þetta svolítið sko kannski er það skömm að eitthvað sem á að vera svo eðlilegt sé ekki eðlilegt þannig kannski ólíkt í að sé eitthvað sem fólk veit að það á ekki vera að neita eða eitthvað þess að það er öðru sér stimpill þannig að það er ákveðin skömm að þetta sé vandamál þannig að kannski hefur það líka orðið til þess að við erum ekki með úrræði af því það eru fá sem hafa leitað sér aðstoð við þessu af því að það er eitthvað ákveðin skömm við því en ég, eins og ég segi við að sjálfsögðu viljum sjá meira úrræði því til í raun og veru er þetta ekki rosalega stór hópur af fólki, hvorki úlingum þó það hafi aukist reyndar eftir COVID og annað og líka bara með samfélagsmiðlum og svo leys. En hvað með rannsóknir á þessum sjúkdómi og svona úrræðin eru þau þú veist eins og hvað þú ferðar til Finnlands þú veist, eru samt úrræðin nógu góð þar sem þau eru góð, er búið að rannsaka þetta nægilega vel? Sko ég mitt er ekki alveg ég hef bara passi rosa sko, passar ekki neitt öllum og eins og ég segi, mjög margir hafa örugglega farið í gegnum meðferð á hvítabandinu og ná svo bara að halda sér í bata þó eins ég kannski ekki batnað en að halda sér í bata lengi og bara kannski alla ævi eftir meðferð en svo aðrir sem að þurfa meira og þó ég hafi farið í svo stóru meðferð þá er ég ekki endilega, ég segi mig oft verið bataskilur en ég er alveg mín, þú veist, ég þarf alveg að hafa mikið fyrir því, örugglega jafn mikið og sá sem fór einu sinni í dagmeðferð en hún dugði til. Þú veist, ég þurfti bara meira til þess að koma mér þangað en ég, sko, rannsóknir, mér finnst náttúrulega eins og bara í öllum rannsóknum, í öllum fræðum, þá er náttúrulega bara verið að skoða eina aðferð og hún kemur svona út og svo verið að skoða hitt og það gengur ágætlega.
þannig ekkert eitthvað svona eitt skýrt sem virkar. Eins og í Finnlandi til dæmis var það þannig að við fengum aldrei að sjá vigtina, við vorum vigtar og hugmyndafræðin var að við ættum ekki að fylgjast með tölunni og annað, þannig að það ætti ekki að trufla okkur. En hér heima vinnur átraskunarteymi með það að við erum að feysa töluna hvert einasta sinn sem við mætum í meðferðartíma. Þannig að einu sinni í viku eða eitthvað ef þú ert á dagdeild, en ef þú ert í göngudeild og kemur inn einu sinni í viku, þá ertu vigtu og þú þarft að sjá töluna. Af því þar hugmyndafræðin að sætta sig við að talan segi ekki neitt. Og jafnvel þó sem búin að borða í heila viku að breyttist talan ekki neitt. Og allt þetta. Þannig þannig sikkort sjónarmiðið, sko, að bara á þennan þátt meðferðunar. En til þess að það mjög vel að vera ekki látin sjá töluna. Og ég fann það eftir að ég fór þangað. Ég vissi það ekki að hitt væri erfitt fyrir mig, skilju. Svo fikk ég hina leiðina og hún henta mjög betur. Þannig að ég passa mig til dæmis á því að stíga aldrei á vikt. Af því að ég veit að tölur eru mjög triggerandi fyrir mig. Þannig að, en fyrir aðra það kannski bara góð leið til að halda sér í bata. Ef þeir eru búin að læra það að sættast töluna. Þannig að það eru ólíkar leiðir að bata. Og svo í rauninni það ennþá að koma nýjar greiningar eins og bara geðlækna samtökin í Bandaríkjunum að koma með greiningu núna á sjúkdóm sem heitir arfit. Já, einmitt. Sem svona áferða, þú veist, getur ekki borða mat í ákveðinni áferð og allt þetta. Getur vantarlega mjög líklega verið algengt meðal fólk á einhverju rói getur Já, mér fannst eins og ég hafi lesið það einmitt, að mér finnst það sko, ég hafi lesið það. Og einmitt oft tengt því svona röskun tengt við einhverfu sko. En það jafn sko há dánatíðni ef ekki meir, ef ekki herri heldur en hjá fólki með anorexíu til dæmis. Já, ég held að sé, þú veist, þess erum við ekkit að eitthvað að sko, maður kannski á ekkit að vera, ef maður horfir bara átröskun sem átröskun í staðan fyrir að horfa, þú veist, alla undirflokkana undir allan, að því oft það þannig að einhver sem eru með sem sagt kannski ofát geðröskun sem þeir eru í ofáti eða með búlimíu, þeir finnast þeir lægri heldur en þeir sem eru með anorexíu. Af því þeim finnst þeir ekki standa sér nú vel eða að þú veist, það sést ekki á þeim af hverju ættu þeir að sækja meðferð, þú veist, eða að þegar þeir kom til læknis sé litið á það öðruvís heldur en manneskjuna sem það sést utan á og eitthvað svona, þetta sé eitthvað svona flokkar. En að sjálfsögðu þetta allt skilur mikil röskun, þetta allt sama geðröskunin. Þetta getur verið með vægt þunglindu og mikið þunglindu og allt það sem sami hinn, en það skiptir ekki kannski máli hvað það heitir samt sem það ef það sama skilju undirliggjandi orsök og sama í raun og veru þetta sama svona Vart í rauninni bara með átröskun og svo bara hvað hefur hún mikið truflandi áhrif á líf þitt. Já, það kannski þessi og hvað hún að setja því mikla hættu. Já, sem í raun og veru getur verið hvað tegund sem sko. En svo það líka, sko aðstandanda dæmið sko líka. Nú náttúrulega allir geðsjúkdómar vantarlega, sko, allir sjúkdómar hafa áhrif á aðstandendur, hvort sem það eru geðsjúkdómar eða líkamlegir sjúkdómar eða hvað sem sko. En það svo að það sé meira álag með geðsjúkdóma og þá átröskunarsjúkdóma heldurðu? Sko, mín svona tilfinning að það sé svolítið öðruvísi. Það kannski öðruvísi álag. Já. Það er líka mín tilfinning nefnilega. Já, ég held að sé sko, það getur verið brjála álag að vera með einstakling sem líkamlega veikur. En oft það kannski, þú veist, ekki eins andlegt álag. Nei, það er þú veist, þú þarft að gera meira, þú þarft að... Já, það er kannski líka því að það er meiri samfélagslega samþykkt og þá fær viðkomandi það þjónustu sem hann frekar það þjónustu sem hann þarf. Já, oft getur hann fengið heima þjónustu eða ef það er það mikið, þú getur sótt alls konar sem ekki ef þú ert með geðröskun. Og ég held að þetta sé andlega mjög lýjandi fyrir aðstandendur og oft vitar ekkert hvað þeir eru að gera. Það er svona kannski, og það skiptir kannski ekki hvað sjúkdóma það það fer bara, sérstaklega hvað varðar átröskunni, þá erum við upplegað fólk sem mjög ráðalaust sko. Að ég meina, barni borðar ekki eða foreldri borðar ekki eða hver það en það er svo eðlilegt að borða fyrir öllum hinum. Þannig að það á svo erfitt með að skilja þetta, geta sett sig í sér spor, bara akkur borðar ekki, fáðu bara að borða, þetta er ekki flókið. En á meðan að það kannski, ef þú ert með þunglindi, það er kannski öðruvísi skilningar á því, fólk bara inn í herbergi, þú nærði ekki fram, þannig minni samskipti
Og að borða líka, þetta svo rosalega svona social Já, það það nefnilega. Element bara í okkar bara í öllu samfélagum held ég sko, mjög mikið, þú veist. Þannig að þú veist, þetta ekki bara það nærast, þetta líka það að eiga stund með fjölskyldunni akkurat. Og eitthvað svona. Sem hverfur náttúrulega ef að það einhver veikur, af því það verður það bara orðið að einhverju, jafnvel mamman að sitja með barninu sínu eða pappin í 2-3 tíma til að klára matinn. Ef að barnið í meðferð og ætlunin að reyna að koma, þú veist, breyta og hjálpa þeim að bata og það bara svoleiðis, 3 tímar, þú veist, að klára af disknum sínum með gráti og öllu, þú veist, þetta ekki djóka gangi í gegnum, sko. Og kemur í veg fyrir kannski að fólk getur ferðast og... Já, ég held að, þú veist, foreldrar séu mjög bundnir í svona aðstæðum og líka bara fyrir fólk sem veikt, vinir sem ég kynnist úti í Finnlandi, ein af mínum bestu vinkonum þar, hún hefur til dæmis aldrei farið erlendis af því hún búin að vera veik sín og 20, af því hún getur ekki farið neitt. Ég ætlaði að heimsækja hana og vera hjá henni í viku og var með miða á allt og var komin út til Finnlands þegar hún í raun og veru treysti sér ekki til að fá mig, af því hún getur ekki breytt sínu munstri og fitta mannesku inn í hennar sko átröskuna munstur. Þú veist, það sem átröskunin krefur af henni. Þannig að veist, það ekkit auðvelt að lifa lífinu eða gera eitthvað, hvorki fara neitt eða bara fara í veislu eða bara hvað sem skilur við. Það svo oft sem að það svo rosalega mikla reglur í kringum þetta að það bara flækir bara allt í kringu þið, þú veist, vinnu, félagslíf, bara allt. Þannig að þetta getur verið mjög erfitt og mjög erfitt líka leiðbina. Veist, það best að þú bara segir ekki svona því það kannski bara virka fínt fyrir þitt barn, virka ekki fyrir mitt barn eða eitthvað svoleiðis og ég segi oft börnum þegar maður setur sig í aðstæði sem foreldri en þetta hefði alveg eins verið hjá mér þú veist, maki og annað það þýddi ekkit fyrir nefn að segja neitt sem að og oft hættir það bara að segja eitthvað af því það bara auðveldara sko og maður skilur að mörgu leyti ég hefði ekkert viljað að maki minn væri oftar að pikka í mig fyrir framan börnin mín, sko. Ég vildi frekar sitja með þeim þó ég væri þá ekki að borða nóg, en heldur en að hann væri að pikka í mig og það það einhverju vesinni, þú veist, þá gátum við allavega að setja saman. Þó það var löngu, þú veist, það var langur tími þar sem að það var ekkert skemmtilegt að vera með mér heldur, sko. En ég var þá allavega og svoleiðis, en þetta mjög flókið eiga við, en þetta þurfum við bara að opna umræðina þannig að fólk átt sig á þessu og einmitt hvað á maður að gera sem aðstandandi og það sem kannski áhugavert að sjá hjá okkur sátt að við erum að fá spurningar, mjög mikið frá aðstandendum og þá sem að bara vá hvað fólki þykir vænt fólki sitt og vill geta hjálpað og vill einhvern veginn gera og þá væri rosa gott ef að maður hefði einhvern til að vísa á, þú getur tala við þennan eða það ekkert svona kannski pjúra úrræði fyrir því, sko. Þannig að við erum, það svolítið úrræðaleysi, sko, en kannski númer 1, 200 þessi biðlistar, sko, sem að við erum bara að glíma við svolítið mikið. Foreldrar með börnin sína bíða eftir bugl og svo nefnilega í þessum sjúkdómi eins og mörgum öðrum. Ef þú finnur að þú þarft að meðferð núna og tilbúin í hana núna, ef þú þarft að bíða 3 vikur, þá getur vel verið svo löngu búin ákveð að þú ætlir ekki að fara, sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, þetta Þannig að það svolítið svona eins og með alkoholismann á þessu leyti líka. Já, þessi biðlistar náttúrulega bara rosa erfiðir af því að, þú veist, mér fannst ég til dæmis á mínum þú veist, menn ég var að bíða, þá fannst mér af því ég komst ekki að þá þyrfti ég að gera betur, skilju. Þeim finnst ég bara ekki vera nógu lasin. Ég verð bara að verða svolítið meira til þess að ég loksins átt sig á því að þú getur tekið mig inn. Sem hræðilegt að þú veist, að maður þurfi í raun og veru, en maður heyrir þetta líka með fólk. En þetta líka með bara aðra geðsjúkdóma, þunglindi og ég þarf örugglega gera tilraun til sjálfsvíks til þess að fá að leggjast inn. Já, og maður heyrir þetta, þú veist, ég búin að heyra fólk, þú veist, tala með mitt að nágranninn hafi brotið og bramla í stigaganginum dag eftir dag til þess að fá að komast inn, en það var allt gert með, þú veist, það allt með ákveðnum, skilur, bara til þess að fá aðstóð sem hann gæti ekki fengið öðruvísi. Og maður hugsa bara í alvörunni, erum við þarna okkar litla samfélag, ættum að geta gert betur. Svona desperasjón þegar kemur að geðheilbrigðismálum.
og við náttúrulega erum ekki það er ekki að breytast. Við finnst við bara alltaf vera með þessar 3 deildir og færast á milli og okkur vantar lækna og okkur vantar pláss og en ég alveg sem að það er fullt af góðu fólki sem vil vinna á deildum með, þú veist, og vinna í þessu ef að það væri ekki líka að lenskana taka fólk inn, setja plástur og henda því út. Ef þú fengir að sjá ára okkur vinnurinn hennar, þú sérð að manneskinn sem þú færð inn, hún fær þann tíma sem hún þarf og hún kemur út og stendur betur. Þá hlýtur þú líka verða meira, skilur, líða betur í þín stjarfi þegar þú sérð árangur erfiðisins, skilur. En ef þú ert alltaf að henda fólki frá þér sem er aldrei tilbúið raun og veru til að fara út. Það er bara búið að plástra, það er kannski nógu lyfjað eða hvað það er til að standa í smástund. Þá er það sett út fyrir næsta. Og ég hef oft hugsað það sé kannski þessi velta sem að maður sér í þessum alls konar teimum og annað, sé af því að fólk er þessi, þú veist, þessi velta. Því ég var ekki til að vera að vinna þar sem ég sagði aldrei að það myndi skila nokkrum árangur sem ég var að gera. Þetta er bara svona okkar börnáttastarfi. Já, svolítið mikið og ég held að fólk hafi líka ákveð að stíga út úr því áður en svo er komið. Þess vegna verða ákveðin velta. En það er ekki þannig að við séum ekki með fólk sem vil ekki vinna í þessu. Og vinna með fólk með átraskanir og annað. Við höfum bara séð fullt af fólki með áhuga fyrir því. Sem hefur samt stigið út úr Landspítalanum, stigið út úr að fara í fæið sitt annar staðar. Af því að þetta er svo lýjandi. Nákvæmlega. Þannig að við viljum sjá bara, og ég held að við getum það. Ísland, sko. Við þurfum ekki að vera svona eftir á, sko. Nei, við þurfum þess ekki. Alls ekki. Hvað er vita hvað eru margir að glíma við átröskun á Íslandi? Ég er ekki með töluna, en þetta er ykkur x% af þeim sem er með geðraskanir. Já, en ég veit samt að talan hefur orðið meiri svolítið eftir COVID, þannig að var verið að taka færri inn, þannig kannski var það líka, svo biðlistin lengdist út af því. Líka það af því að fólk fær ekki aðstoð strax. Já, fær ekki aðstoð strax og þannig lengdist svolítið, en svo var þetta líka krakkar sem voru kannski með kvíð og annað sem að díluðu við það með því að fara á æfingar eða fara eitthvað eða félagslega samskipti, dróist inn í sína skil og þróuðu þetta með sér. Voru, þú veist, ég held allavega vissu við að þeir hafðu lengst báður biðlistarnir alveg helling, sko. Og eins og ég segi, það getur bæði verið, þú veist, hluta af því er definitely það að það hafi verið, skilur, ekki búið að taka inn í ykkur tíma og færi teknir inn, þannig er biðlistin lengdist, en líka það hafði aukist. Og ég held með komu samfélagsmiðla séum við líka mjög mikið að það hefur áhrif á töluna sem er að veikjast. Þannig þeir sem eru viðkvæmir fyrir, þeir veikjast í kjölfarið af einhvers konar útlits dýrkun og ég meina við erum að sjá á TikTok eða þú veist á sem Snapchat og annað, hvað borða ég á dag og er svona. Það er svona áhrifa. Já, þetta er svona áhrifavaldar líka. Akkurat, sem eru kannski ekki á neitt nátt áhrifavaldar en hafa samt áhrif, sko. Já, nákvæmlega. Og í ranga átt og það kom eitthvað svona trend, þú veist, alls konar sem er það bara aftur og aftur og ef þú ert að horfa og endar þá kannski kemur þetta 20 svona dag. Já. Og þá fer það að hugsa bara út, ef þú ert með hennar viðkvæmist þátt, sko, sumir sjá þetta ekki. Nei. Af því þetta er ekki þeirra viðkvæmist þáttur. En samfélagsmiðlarnir er að ýta undir alls konar svona. Þannig að ég held að við séum því miður að sjá aukningu þar. Já, sko, aukningu út frá því. Já. Sem er bara glatað, af því þetta er stórhættulegt. Þannig að, já. Hvað eru samtökin ykkar búin að starfa lengi? Hvenær eru þau stofnuð? Við stofnuðum þau 2020, sem var í 2020 og erum þá búin að vera 3 ár núna. Já. Er þetta stór samtök? Í raun og veru erum við bara svolítið, við vorum 3 ár sem stofnuðum þetta. Já. Við höfum svo aðeins verið að reyna að fá með okkur fólk í stjórn og annað. Já. En þetta er bara eins og með allt annað, fólk er alveg ótrúlega upptekið og gengur illa að halda út ykkur og svona sem þú færð ekkert greitt fyrir, sko. Og maður er í baráttu við bara að nýta tíma sinni bara það sem það þarft að gera, þannig að það er mjög erfitt að koma hinnu inn. Við höfum aðeins verið aðeins að taka inn meðlimi, en það hefur aldrei orðið, við höfum ekki náð þessum dampa að þetta sé eitthvað stórt, sko. En við erum samt ekki, við erum aðna og við erum að vinna í þessu. Við bara vinnum svolítið baku tjöldin þar sem, þú veist, þannig að við erum að tala við Landspítalann, við erum í þessum. Þeir eru ekki komið skrifstofun einstað. Nei, en við náttúrulega vonumst til þess að, þú veist, það er einn parturinn að verða þá kannski svolítið eins og Píratar eða Stígamót eða eitthvað svona fólk getur leita til. Að því maður er bara svolítið að vinna í þessu en við höfum þurft að sækja styrki til að geta,
þú veist, bara maður vill, við vorum með svona málstofur, nei, hvað heitir þetta? Ráðstefnur, samt ekki ráðstefna, já, og og vorum þá með, þú veist, yfir daginn, sem sagt, málþing heitir þetta, það er orðið sem við leita eftir, wow, allavega, og þar sem við erum með ykkur sem voru að tala bæði þjónustuna eða reynslusögur, þannig við höfum verið að borga það með styrkjum, þannig við getum til þess að bara eiga efni og til þess að vekja auka umræðu og annað, og svo hefur við reynt að vera með ykkur svona viðbyrði, eins og 2. júní þá sérst alþjóðlegu baráttudagur gegn átröskunum og bæði fyrra og núna þá vorum við með lítinn viðbyrð og bara auðlistum að okkar vegum, þá voru ekkert margir sem sótt en það voru samt nógu margir fyrir okkur og í raun og veru bara, þú veist, við erum bara svona eins og ég segi, þetta er svolítið bara svona sáfræðum hér og þar, við erum kannski svolítið því í dag og margt að virka þó að við höfum ekki, eins og ég segi, erum ekki margar eða mörg sem erum að dreifa þessu en svona lítil skref en við viljum líka og markmið ykkur svolítið að stíga sér skref varlega að þetta er mjög viðkvæmt umræðefni en maður færi að blasta einhverjum fræðslum þá getur líka verið að auka áhættuna hjá þeim sem eru viðkvæmi fyrir þú þarft að vita hverju gengur, þú þarft að vera með landi, eða skilu, ef þú ert að fara í skóla þá þarftu næstu að vera fyrst búin að fara í gegnum kennslu með kennurum og umræðu, skilu, að því þar hvernig á svo að taka þetta áfram og taka við ef að koma spurningar og annað og þannig en okkur langar og þetta, sko, fræðslu þátturinn stórpartur hjá okkur langar að komast inn í bæði grunnskóla og framhaldsskóla með einhvers konar fræðslu en við erum eins og ég segi, fræðslu vinnan þannig að við viljum gera hana mjög vandlega við viljum ekki vera veist, að við erum ekki heilbrigðismentari heldur, þetta er í raun og veru reynslan okkar en við viljum samt geta gert hana þannig að við nokkuð veginn komist hjá því að ýta undir nokkuð, sko þannig að en 3 ár samt sem áður og við erum ekkert að gefast upp en við erum alltaf að fá einhverju stjórn og svo erum við oft endum fáar aftur og svo eins og ég segi, þetta er bara lífið, sko og meðan þetta er ekki borgastarf, sko þannig að Heyrðu, ég ætla bara við erum alveg renna tíma en mér finnst þetta, ég get talað þetta við í sko 2 tíma nákvæmlega þetta er svo áhugavert og þetta ásist svo margar hliðar líka það er það nefnilega og tengingar nákvæmlega ég kannski bara minni, fæ að segja fólki að það er hægt að fara á síðan sem heitir átröskun.is það er okkar síða en þó sé ekki mikið inni þar núna en fólk vita af henni og við erum að vinna í því að bæta efnið og svo er þið með Facebook síðu Já, við erum með Facebook síðu og svo erum við líka reynda með Instagram og svona en við erum reyndar ekki nóg góðar, við erum ekki miklir áhrifavaldar en við erum allan með Facebook, við erum svona kannski aðalega þar að auðlýsa viðburð og annað. Bara þakka kærlega fyrir að segja mér aðeins frá þessu og vekja athygli. Takk fyrir að leiða mér að koma og tala þetta. Kannski ég fæði bara aftur hérna í framhaldsviðtalið. Já, nákvæmlega, hvernig var það? Lýstu vel á það. Bara takk fyrir mig.